frábær byrjun á kvöldinu, góða kvöldi og velkomin í guðsþjónustu í Lindakirkju. Og það að sjálfsögðu kór Lindakirkju undir stjórn Óskars Einarssonar sem leiðir sönginn, en þið takið endilega vel undir. Svo ég ætla að byrja svona auglýsingu. Að núna skráning hafin á hinn sívinsælu Alfa námskeið. Og námskeið hefst með kynningarkvöldi miðvikudaginn 20. september klukkan 18. Og það verða blöð frammi eftir messuna sem þið getið fengið nánari upplýsingar. Þá höldum við bara áfram. Og vers vikunar úr Jesaja og hljóða svo. Brákaðan reyrinn brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slekkur hann ekki. En við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman upp á spæna. Segjum nátt Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir skapaður minn, þú Drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggaður minn, vil mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð yðri synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og lífærni. Bæn heyr það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Alltaf þú ert eins í dag sem í gær.
Drottinn miskunna þvós. Kristur miskunna þvós. Drottinn miskunna þvós. Þá skulum við rísa á fætur þeir sem er auðvelt með og syngja saman dýrðarsönginn. Þá ætlar hann Valgeir að koma hérna upp og lesa fyrir okkur ritningalestrana. Fyrir ritningalesturinn úr Jesaja og hljóðar svo. Því að svo segir drottinn Guð, hinn heilagi Ísraels, fyrir afturhvarf og rósemi munu þér frelsast. Í þolinmæði og trausti skal styrkur yðar vera, en þér vildu þetta ekki. Því biður drottinn þess að sýna yður náð. Þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona, já þú þjóð á Síón sem býrð í Jerúsalem, þú skalt ekki gráta lengur, hann verður þér náðugur, þegar þú hrópar á hjálp, mun hann bænheyra þig. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Síðari ritningalesturinn er úr Kólusubréfinu. Verið stöðug í bæninni, vakið og biðjið með þakkargjörð, biðjið jafnframt fyrir mér að Guð opni mér dyr fyrir orðið og ég geti boðið leyndardóm Krists. Hans vegna er ég nú í böndum, biðjið að ég megi birta hann eins og mér ber að tala, umgangist þá viturlega sem fyrir utan eru og notið hverja stund. Mál ykkar sé ætíð ljúflegt en salti kryddað til þess að þið vitið hvernig þið eigið að svara hverjum manni. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Prís sé þér drottinn. Kæra þakkir, Valgeir. Í
Þá með því sem eða auðvelt með rísa á fætur og heyrum heila guðspjall. Jesús var að kenna á hvíldardegi í samkundu einni. Þar var það konan okkur. Í 18 ár hafði hún verið sjúk. Hún var kreft og alls ófær að rétta sig upp. Jesús sá hana og kallaði hana til sín og sagði við hana: Kona, þú ert laus við sjúkleik þinn. Þá lagði Jesús hendur yfir hana og jafn skjótt gat hún rétt úr sér og lofaði Guð. En samkundustjórinn reiddist þegar Jesús læknaði á hvíldardegi og mælti til fólksins: 6 daga skal vinna, komið þá og láti lækna ykkur og ekki á hvíldardegi. Drottinn svaraði honum: Hræsnarar, leysir ekki hver ykkar á hvíldardegi naut sitt eða asna af stalli og leiðir til vatns. En þessi kona, sem dóttir Abrahams og Satan hefur fjötrað full 18 ár, mátti hún ekki leyst verða úr fjötrum þessum á hvíldardegi. Þegar Jesús sagði þetta, urðu allir mótstöðumenn hans sneyptir, en allt fólki fagnaði yfir öllum þeim dýrðarverkum hann gerði. Og þannig hljóðar við heilaga guðspjall. Óskar, ein spurning. Ætlum við að taka lag á milli að fara beint í trújátningu? Förum við beint í trújátninguna? Ég trúi á Guð, Föður, almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vorn, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprissu mannsins og eilíft líf. Amen. Og þá með fókusæti. Eins og þið flest viti þá kom út ný sálmabók hjá Þjóðkirkjunni á þessu ári og í sumar þá voru hérna messur alla sunnudaga nánasti það voru 2 undantekningar sem var frí og þá sungum við mest úr þessari nýju sálmabók og henni var dreift hérna það þýddi ekki að varpa upp til þá spjart en okkur langar í vetur að frumflytja að reyna að hafa eitt nýtt lag, nýja sálm okkur einustu messu þannig að ekki missa af messunni og í dag ætlum við að flytja ykkur lag sem við höfum aldrei sungið áður mörg ekki að þekki þennan sálmvandala nr. 600, ég sé þetta ekki einu sinni setjum við gleraugun. Það skipt svo sem ekki máli þið eru ekki með sálmabækur í höndunum þetta kemur allt hérna upp 636 og lagið frábært og hérna textin við vorum að fara með trújátninguna fyrirgefningu syndana þetta lag fjallar að biðja Guð fyrirgefningu og ef við höfum gert eitthvað á hlut annars sem við öll höfum gert ég hef gert það einhver sem getur sagt nei, hann hefur aldrei gert neitt á annan hlut annars. Nei. Ef svo þá ertu fullkominn. En hér kemur þetta lag. Ef ég í dag hef nokkuð svælt með synd. Frá
svo stutt lag, við tökum þetta einu svona aftur, megum við það Dís? Syngið nú með, þið kunnið lagi núna, nú syngjum við saman, textinn kemur upp og syngjum saman. Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði Föður og Drottni Jesú Kristi. Stundum er lífið ósanngjarnt. Stundum gerast hlutir sem við höfum enga stjórn á og voru ekki á dagskrá, allavega ekki samkvæmt okkar plani. Og verkefnin sem við fáum í lífinu eru misstór og missþung. Stundum er hreinlega eins og við séum kýld í magann eða fótunum sé kippt undan okkur. Sum verkefni eru þannig að við náum að vinna úr þeim og getum lagt þau til hliðar. En önnur verkefni eru þess eðlis að við þurfum að læra að lifa með þeim. Við losnum ekki við þau. Langvarandi álag eða óuppgerð sorg eða vonbrigði geta orðið til þess að við verðum veik eða við boggunum, verðum kreft eins og konan í Guðspjallinu. Mig langar að biðja ykkur að líta aðeins inn á við og svara þessum spurningum í huganum. Hvað fjötrar ykkur? Hvað beygir ykkur og kreppir? Hvað íþyngir ykkur? Kannski er það bara ekki neitt og þá er það frábært. En þið hin, eru það eigin veikindi eða heilsubrestur eins og hjá konunni í Guðspjallinu? Eru það veikindi ástvinar eða ástvinamissir? Kannski eru það áhyggjur á börnunum eða hjónabandi sem er komið í þrot eða hreinlega farið í vaskinn. Ég ímynda mér að konan í Guðspjallinu hafi verið orðin þreytt. Þreytt á langvarandi veikindum og álaginu sem því fylgir. Ég ímynda mér líka að hún hafi upplifað sorg, hvort sem hún átti að sjá því eða ekki. Því veikindin ollu því eflaust að hún gat ekki lifað því lífi sem hún hafði séð fyrir sér. Framtíðar vonir, væntingar og draumar höfðu orðið að engu. Og kannski er einhver hér inni
sem einmitt á þessum stað í dag og upplifir sorg vegna breyttra aðstæðna, brostinna vona og glataðra tækifæra. Ég held að sé nauðsynlegt að horfast í augu við það og viðurkenna það fyrir sjálfum sér. Þegar það þannig, og svo ættum við að gera það sem konan í Guðspjallinu gerir. Við ættum að koma til Jesú með þetta allt. Sorg okkar, gremju, reiði, vonbrigði og allar þær tilfinningar og hugsanir sem við höfum. Jesús getur alveg tekið við þessu öllu. Hann getur léttað okkur byrðunum og álaginu við að burðast með þetta allt ein. Ég þarf á Jesú að halda. Ég geti þetta ekki allt ein. En stundum gleymi ég því að því að ég sjálfstæð og ég dugleg og ég get séð mig sjálf. Og ég vil hvorki íþyngja öðru fólki en ég Jesú með mínu vandamálum, sem í stóra samhenginu eru kannski ekki svo stór eða merkileg. Ég meina það nú margt verra, en þetta segi ég sjálfur mér. Ég ætti nú bara að vera þakklát og jákvæð og hætta að hugsa það sem erfitt. En hvað gerist þá? Jú, ég fer inn í mig. Ég einangra mig og ég bogna. Allt verður erfiðara. Maður bognar, eða allan ég, að burðast með allt ein. En á endanum þá átta ég mig oftast. Og þá leita ég til Jesú. Stundum tekur það tíma. Og oft tala ég líka við einhvern sem ég treysti, einhvern góðan vin eða vinkonu. Og Jesús lagar ekki eða læknar allt á einu augabragði alltaf eins og hann gerði í Guðspjallinu. Þó að hann gerir það vissulega stundum og ég þekki það bara af eigin raun. En ég veit ekkert af hverju og ég skil ekki af hverju hann gerir það bara stundum. En það sem ég þó veit að Jesús yfirgefur okkur ekki. Hann skilur okkur ekki eftir ein til að glíma við lífið, sorgina, vonbrigðin eða leiðindin sem við þurfum að takast á við. Jesús með okkur. Hann gefur okkur styrk til að halda áfram. Hann huggar okkur. Hann gefur okkur frelsi frá gömlum hugmyndum sem við höfum lífið, sem gagnast okkur ekki lengur. Og hann gefur okkur frelsi til að fara nýjar leiðir. Já, stundum lífið erfitt og ósanngjarnt. Ég veit ekki af hverju. En ég veit að við þurfum ekki að burðast með það ein. En við verðum aldrei aftur söm, við verðum aldrei aftur þau sem við vorum áður en við upplifðum áföllin eða erfiðleikana. En Jesús getur reist okkur aftur upp. Hann getur gefið okkur nýja von og nýja sýn. Hann alltaf til staðar fyrir okkur, alltaf. Og hann tilbúinn til að mæta þörfum okkar, líka á sunnudögum og hvíldardögum. Hann alltaf. Og við erum kirkja Jesú Krists og við erum kölluð til að vera til staðar fyrir hvert annað og til að hjálpa hvert öðru þegar við getum. Þannig að mig langar að segja ykkur aðeins frá vinavoðum sem ég hef nú sagt ykkur frá áður, sem handavinnahópur sem hittist hérna á mánudögum og prjónar og heklar bænasjöl og trefla sem að kirkjan gefur fólki sem að gangi í gegnum erfiðleika, ástvina missið af veikindi. Og við biðjum fyrir öllum sjölunum og við biðjum Guð að mæta öllum sem fá sjölinn á þann hátt sem þau þurfa. Þannig að ef það einhver í ykkar lífi sem að ykkur finnst að ætti að fá sjal, eða jafnvel þið sjálf kannski, að þá verða kassar hérna fram á eftir og þið megið bara velja ykkur sjal. Og hverju sjali fylgir ljóð sem heitir Lofar Guðs og hljóðar svona, mér finnst það alltaf eiga við.
Ég aldrei hef lofað að brautin sé bein og blómskrítir blómstígar alla leið heim. Ég get ekki lofað þér gleði án sorgar á göngunni með mér til himinsins borgar. En ég get lofað þér aðstoð og styrk og alltaf því ljós þó að brautin sé myrk og leita því hugan að lofa því hef að leiða þig sjálfur hvert einasta skref. En mér langar núna að bjóða ykkur að bara loka augunum og horfa þess inn á við á meðan ég bið fyrir ykkur og okkur. Elsku Jesús, þú þekkir okkur og þú þekkir aðstæður okkar. Viltu koma með lækningu þar sem hennar er þörf? Viltu endurnýja heilsu okkar? Viltu endurnýja hjónabandið okkar? Viltu blessa samskipt okkar við þau sem er okkur dýrmætt? Viltu frelsa okkur frá gömlum hugmyndum hvernig lífið eigi að vera og gefa okkur nýja sýn á það hvernig lífið getur orðið? Viltu leyfa okkur að sjá okkur sjálf og lífið með þínum augum? Og ef einhver hér inni er við það að gefast upp, viltu mæta honum eða henni á alveg sérstakan hátt og umvefja með kærleika þínum. Í Jesú nafni, amen.
bænastund, við höfum þann háttin á hér í Lindakirkju að við eigum hvert og eitt hljóða stund þar sem við berum fram þau bænarefni sem á okkur hvíla í hljóðri bæn á meðan að kórinn syngur. Svo vil ég líka benda á bænaaltarið hérna aftast. Það er hægt að kveikja á kerti fyrir bænarefni eða skrifa bænarefni á miða og stinga í raufina á altarinu, og það er hópur hér á hverjum 50-dagsmorgni sem að biður fyrir öllum bænarefnunum. Góði Guð, viltu blessa okkur hvert og eitt. Viltu mæta okkur á þann hátt sem við þurfum. Og við viljum biðja líka fyrir þeim bænarefnum sem hafa borist okkur í Lindakirkju. Við biðjum fyrir þeim sem að glíma við sjúkdóma, sorg, fjárhagsáhyggjur og einsemd. Og allar bænir okkar felum í bænir sem þú kenndir og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Ei leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þá fer að líða lokum hjá okkur, en þeir sem er auðvelt með megir rísa fætur og þykja blessun Drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig. Drottin láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur.
Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi sér þér sinn frið í Jesú blessa nafni. Amen. Og þið megið standa eða sitja meðan við fáum síðasta lagið. Þið getið staðið, það verður æðislegt sko, en ef þið þurfa að sitja, þá megið sitja. Þetta Lean on Me. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride. If I have things you need to borrow, for no one can fill those of your needs that you won't let show. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. Just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean Lean on me. Frábært að enda þessu lagi, mjög viðeigandi. Og þetta var hann Gísli sem að sá einsöngin, gefum hún gott það. Heyrðu, ég þakka kærlega fyrir kvöldið og kveð ykkur með þessum orðum. Förum í friði og þjónum Drottni með gleði. on.